hvert læknisfræðilega svarið í raun og veru spurningunni hver réttur minn til heilbrigðisþjónustu. Birgir Jakobsson, landlæknir, gjörðu svo vel. Góðan daginn, komið sæl og til hamingju með afmælið. Innlegg mitt í þessa umræðu hér, læknisfræðin og réttur minn til heilbrigðisþjónustu. Ég ekki viss að svörin eða mörkin séu nokkuð skýrari þar. Það allstaðar, það alveg sama hvar maður drepur niður fæti, það alltaf grátt svæði. Og ég gæti trúa því að gráa svæðið væri minnst jafn stórt innan læknisfræðinnar eins og innan lögfræðinnar. Og við fáum að heyra seinna hvort að það gildi líka siðfræðina. En ég ætla ekki að endurtaka það sem var sagt hér á undan, en aðeins bara það sem ég svona aðalega geng út frá þegar að það þetta sama sem kom fram hjá Páli Rúnari, nefnilega það að við eigum kost á þessari fullkomnustu heilbrigðisþjónustu og líka lög og réttindi sjúklinga, að það óheimilt að mismuna sjúklingum á grundvelli þessara hluta sem þarna koma fram og að sjúklingar eiga líka rétt á samfelldri þjónustu og samstarf ríki á milli aðila heilbrigðisstarfsmanna og stofnana sem hana veita. Og þetta eru líka fögur fyrirheit en samt sem áður að mínum að þetta mjög mikilvæg. Ef við lítum á bara skyldur lækna gagnvart sjúklingum, þá oft talað það að það fyrsta skylda lækna eða læknis að lækna sjúkdóma, en við vitum öll að það ekki hægt í öllum tilvikum og í mörgum tilvikum þá verðum að grípa til þess að lina þjáningar og sársauka og vanlíðan og reyna að gera aðstæður sjúklings eins góðar og þær geta orðið út frá forsendum sjúklingsins. En það jafnvel það tekur enda og það kemur að því að það síðasta úrræði, það raunverulega að hugga sjúkling og aðstandendur sjúklings. Svo þetta eru svona grundvallarreglur, en fyrst þá það boðorð sem við alltaf verðum að hafa í heiðri og allir þekkja að valda ekki skaða á sjúklingum. Og þetta líka fögur fyrirheit. En við vitum það að heilbrigðiskerfið á hverju ári veldur skaða hjá sjúklingum og veldur meira að segja dauðsföllum hjá sjúklingum. Það við þurfum ekkert að vera neitt að fara í grafgötur með það. Heilbrigðiskerfið sem sagt ekki öruggt kerfi á neinn hátt. Þegar við erum að tala hvað góð heilbrigðisþjónusta, og þetta má finna maður leitar vel á vef landlæknis, ég fann það ekki sjálfur en varð að fá hjálp til þess, og þetta nú mjög í samræmi við það sem gengur og gerist á allavega nágrannalöndunum, nefnilega að góð heilbrigðisþjónusta árangursrík þjónusta, það að segja þjónusta sem við vitum að gera gagn, og þá tölum við það á læknisfræðimálið eða heilbrigðismálið að hún sé evidensbaseruð, það að segja að hún sönnuð. Og þarna eru ýmsar greinar, eða hún getur verið mjög vel sönnuð eða minni sönnuð, og það eru svona líkur og svo framvegis. Þannig að þetta líka skali það hvað evidensbaserað raunverulega í læknisfræði. En það mikilvægt að við notum eins evidensbaseraðar aðferðir eins og mögulegt Hún á að vera örugg. Hún á að vera örugg fyrir skjólstæðinga heilbrigðisþjónustunnar, og við vitum það að hún ekki eins örugg eins og til dæmis það öruggasta sem við þekkjum til í kerfum, nefnilega flug eða flugþjónustan. Ef við lítum á öryggi á spítulum, ég ekki að tala Ísland, ég að tala heiminn, ég að tala Vesturlönd og þau lönd sem við þekkjum öll, að þá getum við sagt að alvarleg tilfelli í heilbrigðiskerfinu 1000 sinnum algengari heldur en í flugþjónustunni, og við myndum aldrei nokkuð tíma fljúga með þannig flugvél ef við vissum, þar að segja, það bara staðreynd. Við myndum sennilega ekki fara upp í þannig flugvél. Hún á að vera notendamiðuð,
hún á að miðast við þarfir sjúklingsins og við höldum að það sé þannig, sérstaklega við sem vinnum innan heilbrigðiskerfisins, að við séum alltaf að hugsa þarfir sjúklingsins, en ég er búinn að vinna í þessu kerfi 36 ár og fyrsta spurningin sem að ég fæ oft eða fékk sem læknir, það var það: hvenær ætla ég að vera í fríi? Og þá sjá allir það að það ekki verið að spyrja það hvenær, spurningin hefði átt að vera: hvenær mest þörf á því að þú sért í vinnunni út af þörfum sjúklinga? Og það munur á þessu tvennu. Þetta lýsir kúltúr. Við erum raunverulega ekki sem kerfi sérstaklega notendamiðuð, sem einstakir starfsmenn og sem hópar starfsmanna erum við mjög notendamiðuð, en kerfið er ekki mjög notendamiðuð eins og það er í dag. Er það skilvirkt? Nei. Er jafnræði milli kvenna og karla? Nei, ekki einu sinni það. Við vitum það að konur og karlar fá ólíka þjónustu, jafnvel með sömu sjúkdómana. Og þetta hefur verið rætt síðustu 5 eða 10 ár sérstaklega, og það eru sérstakar vísindaransóknir í kringum þetta. Manni finnst að það ætti að vera fínt. Er hún gefin á réttum tíma, heilbrigðisþjónustan? Nei, við vitum það að það eru þúsundir manna hér á Íslandi sem bíða eftir ýmsum læknisaðferðum, aðgerðum, og 80% af þeim sem bíða hafa beðið meira en í 3 mánuði. Þannig að við erum ekki heldur þar. Þrátt fyrir þetta þá vil ég náttúrulega taka það fram að heilbrigðisþjónustan hefur orðið betri og betri með hverju ári, og öll þessi 36 ár sem ég hef unnið í heilbrigðiskerfinu, þá hefur heilbrigðisþjónustan verið að batna. Við erum bara betur og betur að gera okkur grein fyrir því að það eru gallar í heilbrigðiskerfinu, og við erum betur og betur að gera okkur grein fyrir því vegna þess að við sjáum það betur. Við sáum það ekki í byrjun 1970, 1980, við vissum ekkert um það. Við héldum að allt væri mjög gott. Við sjáum betur og betur að þetta er kannski víða pottur brotin. En við erum að gera hluti í dag miklu betur heldur en nokkru sinni fyrr, og við höfum möguleika á því að lækna miklu fleiri sjúklinga heldur en nokkru sinni áður. Svo að það er sem heild, þá hefur heilbrigðiskerfið náttúrulega færst fram á við, en það er víða pottur brotin frá sjónarhóli sjúklinga. Þess vegna þá er meira og meira, og síðustu 10-15 árin, þá er meira og meira farið að ræða það hvernig eigum við að líta á heilbrigðiskerfið og sem kerfi, og hvernig getum við verið nokkurn veginn viss það að heilbrigðiskerfið sé að skapa verðmæti fyrir sjúklinga, fyrir starfsfólk og fyrir samfélagið. Og þá er þessi sjón hérna komin, sem sagt að meira horfa á flæði sjúklingana í gegnum kerfið frá A til Ö. Frekar heldur en að hver og einn sé að horfa á sinn skanka eða líffæri eða hvað sem það er að ræða. Og líka það að reyna að meta það hverju eru við að koma til leiðar. Spyrja að því hver eru gæðin, hver eru öryggin, hvernig er aðgengileikinn, hvernig er umhverfi starfsfólks og hvernig er kostnaðurinn þessa þjónustu. Og síðan erum við að spyrja því, erum við með einhvers konar kúltúr sem vinnur að því að stöðugt koma á umbótum á þessu sviði. Vinnur að stöðugum umbótum, alltaf stöðugt. Þetta er orðnar grundvallarspurningar í dag, og það er að segja gæði per kostnað. Það er kallað á ensku value-based healthcare eða árangursmetin heilbrigðisþjónusta, eitthvað svoleiðis myndi það heita á íslensku. Þetta er það sjónarmið sem er ríkjandi í dag, og ef við lítum á það, hvað þarf að vera, hvernig þurfum við að hugsa ef við ætlum að veita heilbrigðisþjónustu sem er af bestu gæðum. Þá er ekki nóg að við höfum besta kompetensinn hjá okkar starfsfólki, bestu tækin og besta húsnæðið, bestu lyfin, allt saman best hér. Ef við gætum ekki að því hverjir eru að vinna, hvernig vinna þeir saman, hvernig hafa þeir komið sér saman að vinna í teymi, þannig að kompetensin sé á réttum stað þegar að sjúklingur þarf á honum að halda. Og ef við erum ekki líka að gæta því hvernig lítur ferli sjúklingsins út í þessu mjög svo flókna kerfi. Og þegar við lítum á það, þá sjáum við oft hluti sem eru mjög furðulegir,
En ef við lítum á þetta allt saman og miðum við það að þetta á að uppfylla þarfir sjúklingsins fyrst og fremst, þá erum við að veita heilbrigðisþjónustu sem af bestu gæðum. Svo þetta það sem við þurfum að hugsa í þessu sambandi. Og ef við erum að hugsa stofnanir sem ætla að veita þessa þjónustu, heilbrigðisþjónustu, þá það númer 1 stofnanir sem eru framgangsríkar innan eða heilbrigðisstofnanir, sjúkrahús, stór sjúkrahús, háskólasjúkrahús sem eru framgangsrík yfir tíma. Við getum tekið dæmi sem Mayo Clinic í Ameríku. Þau eru að ná ákveðnum árangri, þau ná þeim markmiðum sem þau setja sér, en það ekki nóg vegna þess að það eru til fyrirtæki sem hafa náð árangri og síðan ekki söguna meir, síðan dala þau aftur. Þess vegna svo mikilvægt að maður hafi heilbrigða starfsemi, heilbrigða starfsmenn, heilbrigða organisasjón. Ég ekki að tala sjúkt starfsfólk, ég að tala heilbrigða organisasjón, að við vinnum saman stöðugt að því að draga í efa, getum við ekki gert eitthvað betur á morgun heldur en við gerðum í gær eða dag og hvernig vinnum við að stöðugum umbótum. Ef maður hefur þetta tvennt í heilbrigðisþjónustunni, þá erum við nokkuð viss það að við erum á réttri leið. Nú, að þessu sögðu þá má þá alltaf spyrja sig að því hver þá réttur sjúklinga í þessu sambandi og þetta meira svona samtíningur sem að ég bara dró upp fyrir sjálf á mér. Réttur sjúklinga að fá meðferð sem byggð á evidence-baseruð medicín og þetta nákvæmlega eins og lögin, þetta mjög teygjanlegt hugtak. Hvað evidence-baserað medicín? Það að fá alltaf nýjasta lyfið eða besta og dýrasta lyfið eða það að kannski að það eru til önnur lyf sem eru jafngóð, jafnvel þó þau séu gömul. Við vitum að þetta tilfellið. Þannig að það að hafa alltaf nýjust og bestu tæknina eða nýjast og besta kompetensin. Þetta eru spurningar sem verðum að spyrja okkur sjálf. Það hægt að svara þessum spurningum á misjafnan hátt eftir því hvernig maður lítur á málið. Það sem ekkert kostar, það það að sjúklingur á rétt á því að fá gott viðmót, að honum sé mætt af virðingu og það sé hlustað og tekið tillit til hvað sjúklingnum finnst. Að fái góðar útskýringar og hann sé með í því að taka ákvörðun sína eigin meðferð og sína eigin framtíð. Það líka réttur sjúklinga almennt að fá second opinion, það sem við köllum ráð frá öðrum. Ef maður biður að fá ráð frá öðrum, þá það vera sjálfsagður hlutur að það sé til þannig kerfi og maður hugsi það engin móðgun við viðkomandi starfsmann. Ég vil fá að vita hvað öðrum finnst. Þetta sjálfsagður hlutur og það réttur sjúklings að fá þetta. Það líka réttur sjúklings að það sé góður aðgengileiki að þjónustunum. Maður þurfi ekki að bíða eftir þjónustu í 2 ár. Það ekki heldur gott að þjónusta að sjúklingur þurfa að bíða í fleiri vikur eftir að komast að heilsugæslu. Það ekki heldur góð þjónusta eða aðgengileiki að sjúklingur þurfa að sitja hálfan dag í síma til þess að fá samband við sinn lækni eða eitthvað sem getur svarað fyrir læknin og svo framvegis. Það ekki góður aðgengileiki. Og mikilvægt líka að sá sjúklingur sem hefur mesta þörf hefur forgang. Það nánast að þetta megi lesa út úr lögunum því að hérna hægt að fara að ímynda sér, getur sá sem hefur einhver aðstöðu til þess eða fjársterkur aðili keypt sér fram fyrir röðina og svo framvegis. Þetta eru hlutir sem eru mjög aktúel í umræðu, í þjóðfélagsumræðu annarra landa, ekki síst á Norðurlöndunum. Og held að sé ágætt að ræða hér. Það auðvitað ekki þetta að hindra fólk í dag á því að sækja sér þjónustu annar staðar, erlendis og svo framvegis á netinu, á svokalluðu interneti eins og við heyrðum. En það allt hægt, en það spurning hvernig ætlum við að gera þetta hérna hjá okkur. Það líka réttindi sjúklings að geta komið á framfæri kvörtunum og að það sé tekið af alvöru á því mati að hlustað á kvartanir sjúklings. Og að það sé raunverulega
gert þar sem þjónustan veitt. Það eiginlega aðalatriðið. Ef við erum komin með kvartanir í stjórnsýslukerfi þá aldrei að vita hvað gerist. Það ekki hægt að ræða svo réttindi sjúklinga, eru sem líka að tala hver eru þá skyldur sjúklinga, því að sjúklingar hafa skyldur að mínu mati og ég held að sé alveg rétt að gera skyldur til sjúklingar verða að taka ábyrgð á sínu eigin lífi og sjúklingar verða sjálfur að taka ábyrgð á sínum eigin sjúkdómi. Þeir geta ekki bara varpað öllu yfir á heilbrigðiskerfið. Þeir verða að taka ábyrgð á því að breyta lífsstíl ef þess krefst. Og þeir verða líka að taka ábyrgð á því að spyrja spurninga ef maður skilur ekki. Ég veit ekki hversu oft ég spurði 85 ára gamla föður minni að því af hverju ertu að taka þessi lyf? Já, ég veit það ekki, sagði hann. Læknirinn mun bara segja mér að ég taka þetta. Og ég held að þetta sé alveg ofboðslega algengt, ekki bara hjá 85 ára gamlum föður, heldur líka hjá öðru fólki. Þannig að maður verður að spyrja spurninga og ekki fara fyrir maður hefur skilið hvað að ræða. Að lokum þá myndi ég bara vilja segja að allt þetta yrði svolítið auðveldara líka ef að hlutverkaskipting þeirra sem að veita heilbrigðisþjónustu og eru með í heilbrigðiskerfinu væri mjög skýr. Hún ekki ofboðslega skýr hér, hún svona það bil. Þetta velferðarráðuneyti hér og Alþingi kemur náttúrulega þarna, hér sjúkratryggingar, hér eru framleiðendur heilbrigðisþjónustu, hverjir svo sem þeir nú eru og hér embætti landlæknis. Öll ættum við og ég veit að við höfum ákveðin hlutverk. Hlutverk velferðarráðuneytisins að skapa ákveðna sýn og strúktúr í heilbrigðiskerfinu og fjármagna kerfið. Það líka hlutverk þess að skilgreina hlutverkina einstöku heilbrigðisstofnana. Og ég veit að þetta gert í ýmsum lögum og svo framvegis, en það ekki mjög vel skilgreint af hverju þessi heilbrigðisstofnun stofnuð og hvaða hlutverki hefur hún að gegna. Ekki mjög vel, sagði ég. Sjúkratryggingar Íslands annast kaup og setja kröfur og þjónustu og að kaupa eitthvað ákveðið, ekki hvað sem þeir setja kröfur og ætti að gera það og gera samninga við þá sem að veita þjónustuna. Það augljóst að þessi stofnun hlýtur að verða að spegla þá framtíðarsýn og þá stefnu sem mörkuð af heilbrigðisyfirvöldum. Man getur ekki lifað eigin lífi. Þessi stofnun hefur eftirlit með gæðum og öryggi og raunverulega fylgjast með því að gæðum og öryggi sé fylgt í þessari framleiðslu hérna. En hún ber ekki ábyrgð á gæðum og öryggi. Ábyrgð á því að sjúklingar fái bestu heilbrigðisþjónustu og örugga heilbrigðisþjónustu. Gæði, hún hvílir á framleiðendum þjónustunar. Og ég ekki viss að þetta sé mjög skýrt fyrir öllum íbúum þessa lands að það sé þannig, en það þarf að vera mjög skýrt að hér ábyrgðin. Hér eftirlitið, hér eru kröfur og annað slíkt, hér stefnumörkun og hlutverkalýsing. Ef að þetta væri skýrt, þá held ég að gráa svæði myndi stundum minnka svolítið. Það verður alltaf grátt svæði það hver eru réttindi sjúklinga og að mínu mati þá verðum við alltaf að taka umræður. Þó geti verið sammála því sem stóð hérna, það aldrei rætt peninga þegar líf sjúklings annars vegar. Hins vegar verðum við að ræða fjármál þegar að ræða lýðheilsu eða hóp sjúklinga eða hvað getum við gert og hvað getum við ekki gert. En aldrei yfir einstöku sjúklingi. Takk fyrir.